Nei, hann bara ekki virkið þar að það. Í dag þá ætla ég að fara í gagnagrind sem heitir kallið Union Find eftir þeim aðgerðum sem hann býður upp á. Og þetta verður á sama tíma svona eins konar dæmi hvernig við ætlum að glíma við viðfangsefni. Það er ákveðið ferli sem maður fer í gegnum þegar maður er að leysa viðfangsefni á tölvu og við förum í gegnum alla þennan prósess hérna. Við byrjum að því að finna leið til þess að módelera það. Það er að segja hvað er þess raunverulega formlega síðan sem við ætlum að reyna að gera. Og út frá því þá síðan leiðum út einhverja lausnaraðferð, reikniritt, reynum síðan að greina hana, analysera, meta hvort hún sé fyrsta lagi, hvort það sé rétt og hvort að hún sé nægilega skilvirk. Og ef ekki, þá þurfum við að reyna að skilja af hverju það er ekki svo og þá að reyna að finna einhverja endurbót. Við getum hugsanlega þurft að ítra nokkru sinnum þar til við erum búin að fá nægilega góða niðurstöðu. Það er ekki endilega besta mögulega, bara nægilega gott fyrir okkur og þá erum við búin. Þannig við förum hérna í gegnum og skoðum, kannski ítrum hérna 3 sinnum fyrir þetta verkefni hér. Við ætlum að skoða spurningum það kallast aðeins dynamic connectivity, hvernig getur maður kvikt haldið utan hvaða nóður séu tengdar, hvaða stök séu tengd. Við erum eitthvað safn af einhverjum hlutum, stökum og við viljum geta meðhöndlað beiðnir, skipanir af eftirfarandi tagi. Annars vegar það að við viljum tengja saman 2 hluti og hins vegar geta spurt hvort að 2 hlutir séu tengdir. Þegar við segjum hvort það séu tengdir, það segja hvort það séu til einhver leið á milli hlutana. Það þurfa ekki hafa verið beint tengdir, heldur tengdir hlutstem með tengdir hlut sem síðan kemur á lokastaðinn. Ok, best að sjá þetta með þessu dæmi. Okkur gefum hérna þessi 9 stök, númeru frá 0 og upp í 8 og síðan koma þessar fyrirspurnir, skipanir. Connect táknar við að tengja saman 3 og 4. Gert það með því að draga línu milli þeirra. Og síðan koma fleiri slíkar, 8 og 0, 2 og 3, 5 og 6. Síðan kemur hinn tegundinu fyrirspurnum. Svo spurning, er 0 tengdur í 2? Svarið er nei. Vegna þess að það er engin leið að komast frá 0-unni hérna yfir í tvistin sem er hér. Hins vegar, ef við spyrjum, er 2 tengdur í 4? Þá er svarið þar já. Það er ekki það að þessi bein leggur hérna milli þeirra, en við getum komist frá 2 yfir 3 og 3 yfir 4. Það er svona svarið já. Og við kallum þetta þessi kvikt eða dýnamist vegna þess að við viljum geta svarað þessum fyrirspurnum á sama tíma og það koma alltaf viðbótar beiðnir. Nú koma fleiri síðan connect beiðnir. Það tengja saman 5 og 1. Ok. 7 og 3. 1 og 6. Það ekki eftir 1 og 6. Það má teikna þessu legg, en það hefur engin áhrif, vegna þess að 1 og 6 voru tengdir áður í gegnum 5, það skiptir ekki máli hvort þeir tengdir beintir eða ekki. Og fleiri svona, 4 og 8. Og núna getum við spurt aftur, ok, er 0 og 2 tengdir? Svarið núna er já, af hverju vegna þess að núna komust við hérna þessa leið hingað, hingað, hingað. Og að því að við blöndum saman þessum 2 tegundum af spurningum að þá kallum við þetta sé spurningum hvort þessi kvikt tengir. Ok, þetta er viðfangsefni, einhver spurning. Af hverju ættum við að vilja gera þetta?
Jú, þetta módellar ýmiss konar fyrirbæri mjög fjölbreytt. Hérna stærra dæmi, hérna við að tala svona 100 sinnum 100, 10.000 stök og það öllu erfiðara kannski að sjá hvort að þetta sé tengt eða ekki, en það hérna leið þarna á milli. Við viljum geta svara því. Takk eftir að við ætlum ekki að svara hérna, reyna að finna þessa leið. Það dálítið erfiðara viðfangsefni og eitthvað sem að við glímum aðeins við í seinni hluta námskeiðsins, heldur bara hvort þessu tengt eða ekki. Hvað kemur þetta við sögu? Já, hérna sjáum við ansi fjölbreyttan lista af tilvikum þar sem við nýtum þetta. Þessi hérna skemmtilegur, dílar í svona stafrænni mynd. Ef við erum með tvo bláa punkta sem á mismunandi stað á myndinni, spurning hvort þessi tengdir því táknaraunin hvort það sé, þú getur fyllt þessum hafa bláum punktum og komist úr einu vatni yfir í annað vatni, frá maður segja. Án þess að fara í gegnum rauðan eða einhvern annan lit á leiðinni. Þetta getur komið við sögu til dæmis þegar við í svona tekniforritum getum við viljað hérna hella úr málingadósinni og þá flæðir yfir allt það sem man tengist í. Spurningur ýmiss konar tengslanett. Einhver leið til þess að fyrir mig að við eitthvað tengdir einhver tveir aðilar, geti farið gegnum vin sem fyrir gegnum vin sem fyrir gegnum vin og komist að þessum manni. Í rafrásum þá skiptir máli hvaða einingar séu tengdar vegna þess að straumur fylgir öllum tengingum. Og svo eru furðulega fyrirbæri eins og nöfn í einhverju fortranforriti. Þetta svo dæmi hvað svona almennar gagnagrindur og lausnaraðferðir hafa mjög víðtæka merkingu sem maður sér ekki endilega fyrir. Það þarf að fara að glíma við það. Við ætlum hérna að meðhandla þetta þannig að líta svo á þessi hlutir sem við erum að eiga við, hvort við lítum það sem persónur eða díla eða nöfn, að þessi hlutir við vísum í þá með tölu frá 0 og upp í n-1. Þannig n semst fjöldi hluta eða staka. Og nöfnið á þeim rauninni þetta númerið þeirra. Það einfaldar mjög leið til hvernig við vísum í þá. Það hægt að meðhandla einhverja leið til þess að fletta upp í nöfnum til þess að finna hvaða hlutir eiga við hvaða nafn. Það eitthvað sem við skoðum hérna þegar við förum í 3. kafla bókarinnar. Og leiðin til að líta á þetta svo að við erum haldið hvaða stök, hvaða hlutir eru sama tengda þætti, tengdur þáttur. Til dæmis að þessi 4 hlutir hérna hafa verið tengdir saman, 2, 3, 6 og 7, vegna þess að milli hverja tveggja þeirra þá leið á milli þeirra. Frá 6 getum komist yfir 7, 7 getum komist yfir 2. Milli hverja tveggja í þessum hóp getum komist á milli, en við getum ekki komist frá 2 yfir neinn annan. Sama hérna, það skiptir ekki máli hvort það leið beint frá 1 upp yfir 5 eða fyrir gegnum einhvern annan. Skiptir máli að þeir eru þessum sama hóp. Þannig við erum búin að skipta upp þessum mengjavöllum stökum í hópa og það það sem við höfum áhuga á að geyma. Hver eru hóparnir? Þannig við getum litið á þessu hópa sem einfaldlega mengi. Við erum búin að skipta upp þessu upphaflega mengi með n-stökum yfir í safn af hópum. Eða mengjum. Og það að vita hvort að 2 hlutar séu tengdir spurning hvort þeir séu sama menginu. Þetta svona meira grafískari leið til að sjá hlutuna, en innifelur líka atriði sem skipta kannski ekki endilega máli, meðan að þessi abstrakt leið kannski inniheldur allt sem við þurfum að nota. Það aðgerðir sem við viljum geta gert hérna til að útfæra þessar fyrirspurnir eru þessar 2 sem ég nefndi í upphafi, union og find.
Union enska nafnið fyrir íslenska heiti sammengi. Það að taka tvö mengi og búa til nýja mengi sem inniheldur öll stökin úr þessum tveimur mengjum. Og í þessu dæmi hérna, ef við tökum sammengið af menginu sem 5 í og menginu sem 2 í, þá fáum við þetta stóra mengi hér. Það önnur aðgerðin. Hin aðgerðin einfaldlega bara fyrirspurn í hvaða mengi stakið P. Og til þess að svara hvort af hlutinu sé tengdir, þá einfaldlega spurning hvort þau séu í sama mengi. Þannig að ef við flettum hérna find af 5 og find af 6, þeir í sama menginu ef útkoman hérna svo sama. Stoppið mig ef það eitthvað sem óljóst. Ok, ef ég fer á hratt. Þá getum við séð að með þessum tveimur aðgerðum, union og find, getum við útfært það sem við viljum gera. Þetta connect og are connected. Vegna þess að til þess að tengja saman 2 og 5, það það raunin það sama og að framkvæma union á þessi mengi sem 2 inniheldur, sem 2 í og mengi sem 5 í. Og það athuga hvort að 2 stök, 5 og 6 séu tengd. Við gerum það með því að fletta upp í hvað staki 5 fletta upp í hvað staki 6 og athuga hvort það gildi síðan saman. Ok. Þannig að við sjáum að það sem við þurfum að geta gert að geta útfært þetta union find. Þessar 2 aðgerðir. Og þá getum við skilgreint hérna þau skil eða viðmót sem við viljum geta boðið upp á. Við viljum geta meðhandla mengi með n stökum, þannig að við erum með smið sem tekur inn þann stika. Og síðan erum við þessar 2 aðgerðir, union og find. Union gefur til kynna 2 stök og find það gefur upp 1 stak. Og skilum þá gildi hérna tilbaka. Ok, númerið af menginu sem þetta stak P var í. Nú, það sem við ætlum að síðan að gera að leiða út tiltölulega einföld reiknirit til þess að leysa akkurat þetta viðfangsefni. En það sem við þurfum að hafa í huga að þau þurfa að vera töluvert skilvirk. Vegna þess að fjöldi staka, það gildi n hérna, getur verið rosalega stórt. Og fjöldi aðgerða sem getum vilja gera, kallaðu m, það getur líka verið mjög stórt. Og við viljum geta blanda þessum 2 aðgerðum saman. Og sem dæmi þá taka þér hérna þessi stóru félagsnet, eins og til dæmis Facebook-netið, sem hvað vera með 2 milljarða nóða, held ég. Og þá tengingarnar, það þessi vina tengingar. Þannig að hver nóða með kannski 100 eða 1000 vini. Þannig að heildarfjöldi tenginga þá 100 eða 1000 sinnum þessi milljarður. Þannig að við komum upp í 100 eða 1000 milljarða. Og gagnamagni eykst alltaf með hverju árinu. Þannig að það mikilvægt, jafnvel þó að tölvurnar verði öflugri, þá verðum við samt að hafa þessar aðferðir skilvirkar. Við komum að því á eftir. Hérna taka þér einfalt dæmi svona client sem getur unnið með þetta. Þetta dæmi þessar inntaksgrár sem þið vinna oft með. Fyrst les svona n sem fjöldi hluta og býr til þá union find út frá því og síðan með lykkju þar til að inntakið eru tómt, þá hérna komið þessi pör og þessi pör táknar rauninni það aðgerðir sem við ætlum að framkvæma. Við ætlum að fletta upp hvort þau séu saman mengi og ef ekki, þá framkvæmum við union á það. Gefum þá til kynna þau stök sem prentast út. Þannig þess tilfelli 8 og 9 prentast ekki út, af hverju vegna þess að hvað?
Að því við framkvæmdum ekki union hér, það vegna þess að við vorum búin að sameina 3 við 8 og 3 við 4 og 4 við 9, þannig að 9 og 8 voru þegar orðin tengd þegar að koma þessu pari hér, þannig að það var ekki mynd. Þannig að við fórum aldrei í lykkjuna fyrir hérna 8,9. Og þetta er einfaldur testþjóðn til þess að nota þetta. Ok. Og þá er að fara að klóra sér kollinum. Hvernig ættum við að fara að leysa þetta? Einhver hugmynd? Hvernig ættum við að útfæra þessar aðgerðir? Hvernig við viljum geta framkvæmt þessar union aðgerðir og find aðgerðir og skilvirkan hátt. Já, það er stórt spurt. En það er alltaf gott þegar maður reyna að lesa eitthvað, ekki bara að taka inn, þetta líka að spyrja sjálf á saman tíma. Hvernig er þetta eiginlega? Hvað er eiginlega málið við þetta? Er þetta eitthvað mál? Hérna kemur þá ein tillaga, hún kallast quick find. Og það er vegna þess að find aðgerðin er mjög quick, mjög fljótt. Það sem við gerum er að við höldum utan fylki og stökum, en stökum, hólf táknarunni í hvaða mengi er stak í. Til að mynda, á þessum tímabundi hérna er þetta staðan af fylkinu og það gefur til kynna að það eru þarna 3 mengi sem eru til staðar. Mengið af þeim stökum sem eru með gildi 0. Þannig að þetta er rauninni stak fylki, þetta er mengi, má segja, númer 0. Síðan mengi númer 1 og mengi númer 8. Þau eru ekkert í réttri röð eða nota tölurnar frá 0 upp í. Þau þurfa bara að hafa mismunandi gildi. Þannig að til að mynda mengi með gildið 8, ok, það eru öll þau stök sem eru með 8 í sínu hólfi. Þetta er einfalt. En þetta er mjög þægilegt. Þetta er þægilegt upp á sérstaklega að útfæra hérna þessa find aðgerð. Hvernig gerum við það? Fara bara beint í fylkið. Bara skýrum tilbaka þessi gildi í fylkinu. Það er aðalkostin við þetta. Find aðgerðin verður mjög hraðvirk. Þá er spurningin hvernig förum við að gera union núna. Til dæmis ef við ætlum að gera union 1 og 4. Ok, 1 er með gildið 1 og 4 er með gildið 8 og þau þurfa núna að fá sama gildið. Þannig að við getum breytt þessu yfir í 8, þú ert líka þá að breyta allt það sem 1 er, já. Ég ætti að breyta í 8. Þannig að bara breytir öllum þeim stöðum sem að viðkomandi gildi var. Hérna vorum við að framkvæma union 6,1. 6 var þarna með 0 og 1 var með 1. Þannig að öllu 0-inn þau breytist yfir í 1. Hvernig fyrir við því? Hvernig finnum við hvaða stök það er sem gildi 0? Fyrir ekki? Já? Fari gegnum fylki, já, það er bara þannig. Það er engin betri leið til þess. Það er mjög einfalt, einfald lykkja. Vandamálið er að hvað er vandamálið? Hérna skoðum dæmi þetta. Við gerum junior 4,3, þannig að 4 breytist það yfir í 3, 3,8. Það breytum bæði 3 og 4 yfir í 8. 6,5.
9 og 4, 1 og 2, 8 og 9, já, þau eru tengd. 5 og 0 eru tengd. Ef við gerum núna, tengjum 0 yfir í 5, þá breytast bæði 5 og 6 yfir í 0 og svo framvegis. Á þessum tímapunkti eru bara 2 mengi eftir, annars var mengi með gildi 1 og gildið 8. Ok, vil ég prófa þetta hérna? Eða farið það innan Sókratíf? Svarið? Já. Jú. Yes, akkurat. Það fer einfaldlega eftir hvernig kóðin túlkar þetta. Annarkvort lætur hann 4 verða af 3 eða 2 verður að því gildi sem fyrir 4 í. Ef við gerum þessar 4 aðgerðir, hvernig getur kóðin litið út? Hvert af þessum 4 getur hugsanlega verið niðurstaðan? Hvernig getur fylki litið út, það segja ekki kóðin. Það eitt sæði sem ekki alvitlaust. Einhver að reyna að lesa þetta hann á þessu kerfi? Settur svar? Akkur kemur? Já, nú komum svörin, já. 78% segja C. Það er alveg hárrétt. Þetta gerist live hjá mér, sko. Þannig ég fæ öll svörin, ég get þess vegna stungið inn og syngt á öðrum skjánum á þeim svörum sem gerast hérna. Ef þið fylgja þessu link hérna sokrativ.com, sláin þetta númer, þá fáið þið strax þessa spurningu upp. Jú, en hérna fæ ég akkurat svar frá öllum, að ég myndi aldrei ná að geta spurt marga. Við getum strax útilokað hérna. Þetta fylki byrjar sem 0, 1, 2, 3, 4, 5 og við að gera 4 yfir 3 þá breytist hérna, já það breytist þetta yfir 3. Hvað er þetta klassulegt eitthvað? Og síðan að gera 2 yfir 4. Ok, 2 breytist þá í gildi sem 4 í, þannig að það fær þá gildi 3 líka. 3,5, annarkvort breytist 3 yfir 5 eða 5 yfir 3, segjum að það sé 5 yfir 3. Þá verður 3 hér líka. Og 1 yfir 2, 1 fær þá gildi sem 2 með sem 3, þannig að aftur verður þetta niðurstaðan 3. Það fer eftir bara hvernig kóðinu útfærður, hvort það er. Nei, það bara mismunandi gildi sem getur komið. Þetta getur verið niðurstaðan eða það getur verið niðurstaðan svo að það sé allir með gildi 5. Það skiptir ekki máli hvaða gildið er. Það skiptir máli er að allir þessir fái sama gildi. Já.
Já, þú ert að passa akkurat það sé allir akkurat með eitthvað gildi sem breytist, sko. Þú ferði yfir alla, já. Þannig hérna kóðinn, það einfaldur smiður til þess að lætur staki fá gildið í upphafi. Find skila bara gildinu viðkomandi hólfi. Það union sem þetta viðkvæma. Og þar erum við með þessa lykkju, athuga hvort að viðkomandi stak sé með gildið. Henni er nú voðalega eitthvað viðkvæmur hérna hjá mér. Ég má ekki koma nála skjánum þannig fyrir að finna fyrir því. Við ætlum að athuga hvort að staki hólfi I sem í gildi sem þeir séða sama og stakið hólfi P. Ef svo þá breytið því þannig að hafi gildi sem var í hólfi Q. Og þannig að við breytum öllu 0 gildum yfir 1 gildi ef þau tvö mengi samanast. Hérna væri önnur útgáfa fyrir þennan kóða sem virkar ekki. Af hverju virkar hún ekki? Því það getur verið eitthvað að breytast í fylkinu. Hvernig getur það verið vandamál? Já. Tökum sem dæmi að segjum ef við að vera með þetta fylki hérna í upphafi. Þannig að þetta er 12, 0, 1, 2 og 3. Og við værum með P væri þetta hérna. Q væri þetta hér. Hvað gerðist þá? Við ætlum að breyta öllum ásánum yfir í tvista. En það sem gerist hér er að hún athugar, er stakið hólfi 0 það sama og stakið hólfi P sem 1, nei það er ekki það sama. Þá næst verður I jafnt og 1. Þá raun að bera saman þetta við sjálft sig. Ef svo þá breytir þið yfir í gildi í hólfi 2. Þannig að þetta breytist yfir 2. Þegar við séum komið hingað, þá athugum við, er stakið hólfi 3 það sama og stakið hólfi 1? Nei. Og þess vegna myndi hún ekki breyta það hér. Það er villan. Þannig að við erum að passa okkur á því að þessi samanburður breytist ekki á leiðinni í gegnum lykkjuna. Út fast atriði. En vandamálið við þennan kóða, hvað er vandamálið? Það er hausverkurinn. Akkur er þetta ekki alveg nógu gott? Það er kannski ekki kóðin sjálfur, það er aðferðin. Hann lesi gegnum allt fylkið, já. Til þess að framkvæma svona union, þá þarf hann að fara gegnum allt fylkið. Hversu dýrt er það? Já, málið er að við erum með þessa lykkju hérna. Lykkjan er af lengdinni n. Við erum að gera n aðgerðir. Það er spurning hvað við teljum sem aðgerðir, en allavega það verður allavega ein aðgerð að fara í gegnum hverju umferð í lykkjunni. Og þannig að kostnaði við hverju einustu union aðgerð verður réttir hlutfall við stærðina á fylkinu. Sem allt í lagi ef þetta væri bara ein aðgerð, en við erum að gera fullt af aðgerð. Þannig að ef við vorum með sem dæmi, vorum með hérna, já. Segjum sem svo að við séum að gera 10/9 aðgerðir, union aðgerðir, og hver þeirra á 10/9 stök. Hvað er þá heildarkostnaðurinn sem það tekur? Hvað tekur það langan tíma? Hvernig fer maður að reikna það?
án þess að þurfa að keyra það. Þetta n hérna, þetta n, þannig að n sem n. Jú, maður gefur sér eitthvað til að gefa sér einhverja grófa hugmynd þetta, kallum þetta back of the envelope reikninga og til að mynda eitthvað varðandi hversu hraðvirk tölvan er. Venjuleg tölva í dag reiknar kannski 10/9 aðgerðir á sekundu. Okay. Og minnið sem hún er með það bil 10/9 orð. Það merkilega að, það passar okkur saman að því að hún getur snert hvert einasta orð á bil 1 sekundu. Þetta hefur verið satt síðan 1950. Tölvur hafi það bil sama magn af minni og fjöldi aðgerða sem getur framkvæmt á sekundu. En ef hún er með þetta hraðvirk, 10/9 aðgerðir á sekundu, hvað er nú lengi að framkvæma allar þessar aðgerðir? Fjöldi aðgerða er þá 10/9 sem 10/9 sem 10/18. Já. Meinur að það sé einhver annar skali. Þá meinur bara tíma sem ein tölva getur verið að reikna. Við sjáum að það er þá 10/18 aðgerðir, við getum gert 10/9 aðgerðir per sekundu, því við þurfum að taka þetta 10/9 sekundur. 1 milljarð sekunda. Hvað er það langur tími? Þessi 30 ár. Maður getur gert ýmiss konar reikninga með því að gera margfaldanir og einhvern tíma heyrði ég nú að hvað er 1 vika væri eða hálfu mánuður sé 1 milljón sekundur. Það er eitthvað þetta áttina. Allavega 30 ár er alltaf mikið tími. Við erum þessum aðstæðum þar sem að fyrir þessa aðferð hérna, quick find, þá er find aðgerðin mjög skilvirk. Tekur bara eina aðgerð að framkvæma, en union aðgerðin er alltaf dýr. Þannig að til að gera n union aðgerðir fyrir n stök, þá er hún komin upp í n í öðru fjölda aðgerða. Og hérna vil ég rökstyðja af hverju að það er ómögulegt, óásættanlegt að hafa n í öðru tímaflekkju. Jú, hugmyndin er svo að maður getur alltaf sem svo að kannski þetta sé of dýrt núna en ég þarf bara að fá öflugri tölvu. Ef ég er með öflugri tölvu þá leysir þetta allt saman. En vandamál er það að meðan að tölvurnar verða öflugri þá verður líka minnið ódýrara. Þannig að öflugri tölvur fá líka meira minni. Meira minni því að þú ert að leysa stærri verkefni. Þannig að eftir því sem tölvuaflið eykst, þá eykst líka gildið á n. Og ef þú ert með n í öðru reiknirit, í staðinn fyrir að þessi öflugu tölvaðinn er hraðvirkari, þegar heldur í við það, þá er allt í einu orðan hægvirkari, tegur 10 sinnum lengri tíma, heldur en á gömlu tölvunni. Af því þú varst með 10 sinnum meira á gögnum. Þannig að til þess að halda í við þetta, við þennan vöxt á gögnunum, þá þarftu að hafa aðferð sem er línuleg eða næstuði línuleg. Og tölvuaflið er í aukast en stóra vandamálið er hérna big data, ekki sagt. Gagnamagnið hefur aukið svo mikið. Þegar ég oft það mikið að þeir eru hættir að geyma allt gögnin.
Það getur verið ódýrara bara að búa til gögnin upp á nýtt í staðinn fyrir að geyma þau. Það gera þeir hjá stórum, til að mynda hjá Decode, þar sem þeir gera tilraunir. Hver tilraun getur innihaldið eitthvað eins og einhver terabæt af gögnum og þá gera þeir einhver svona grófa greiningu og henda þeim bara. Ef það var eitthvað að í greiningun hjá þeim, þá bara þurfa þeir að gera tilraunir upp á nýtt. Það er ódýrara heldur en að geyma allt saman. Að það kostar líka tíma og peninga. Ok, ég ætlaði að sýna ykkur aðra aðferð, en fyrst þurfum aðeins að hreinsa aðeins hugann. Gott að anda djúpt. Tékka á Facebook, sjá hvort eitthvað mikilvægt hefur verið að gerast. Og ég segi ykkur eitthvað léttmeti. Ég er svo gaman í þessum Normannabröndurum. Normenn vinur okkar eru ágætis þjóð, dálítið spes eins og allir. Þeir eru líka spes í því hvað þeim fyrst áhugavert hvað þeir eru spes. Ég segi að þessar Norðurlandaþjóðir, það sé svona, já, það er svona gott andrúmsloft á milli þeirra. Til dæmis Danir séu hrifnir af Svíum og Svíar hrifnir af Norðmönnum og Norðmenn eru hrifnir af Norðmönnum. Heyrðu, skoðum hina aðferðina, þá verðum við að reyna að bæta þessa tímaflækju sem við á Union, gera Union aðgerðar hraðvirkari. Og það er það sem við köllum lazy approach, eða lata aðferðin, meðan að þessi find aðgerð var svona eager eða æst, vildi alltaf bara hafa það perfekt alltaf. Þannig að það er auðvitað að fletta upp, í staðinn fyrir að hafa þetta pottjætt, gera bara það sem er nauðsynlegt. Og hugmyndin er svo að í staðinn fyrir að allir sem eru í sama hópi fáin sama númer, þá bara höfum við leið til að finna út hvaða númerið er. Þannig að hérna til dæmis, þessir 4 eru núna í sama hóp. Það er auðvitað að sjá það út frá 9 með gildi 9 og líka þessi hérna með gildi 9 og þessi hér. En þessi hérna er líka í hópnum. Þristurinn, á hverju? Þristurinn bendur á fjarkan og fjarkinn bendur á 9 og það er 9 sem hefur upphaflega gildi. Þannig að þetta myndar svona tré, þar sem við fylgjum þessu svona foreldrabendum með trénu og þar til hún komið í rótina. Rótin er með bend á sjálfa sig, þannig veit hún að hún sé rótin. Og þá er þessi hópur hérna myndast af þessu tré hér. Hvernig útfærðu þá find aðgerðina? Jú, og hvernig finnum við hana? Find á að finna já. Við viljum finna rótina, við gerum það með því að akkurat fletta okkur áfram upp. Við förum hérna, ef við erum að athuga í hvaða tré er hérna þristurinn. Þá förum við hérna, hann er í sama tré á fjarkinn og fjarkinn, hann er í sama tré á 9 og 9 er í sama tré á 9 og þá vitum við okkar 9 er þá rótin. Og það verður þá númerið á þessum hóp, þessum mengi, það er 9. Já, hvað gerist þá? Það væri þá dálítið vandamál ef við færum að láta 9 benda 3, ekki satt. Þá ertu komið með svona lykki sem þú vilt forðast. Hvernig útfærum við Union núna?
hvernig útfæra núna. Nú reynum við að gera þessi lítið við þurfum með þessi union. Þegar við gera að union á til dæmis 3 og 5. Þá væri ekki nóg að láta bara 5 benda á 3 vegna þess að þá er 6 eftir. Bæði 5 og 6 verða að vera í sama hóp. En það sem við gera er að láta annarkvort þessa hérna fara í þetta hérna 3 eða öfugt. Þannig að sem dæmi getur einfaldlega bara tekið rótina, aðra rótina og breytt gildinu þar þannig að það bendi á hina rótina. Við getum líka að láta 9 benda bara á þetta Q hérna gildi. En það verður síðra vegna þess að þá er tréð svona dálítið lengra, þá þurfum við að ferðast lengri leið til að komast upp í rótina. Þess vegna látum við rótina við einu tréð benda á rótina hinu trénu. Og það er alltaf sönd. Þannig að þetta verður þá tölvöld ódýrari union-aðgerð. Tökum hérna sem dæmi, byrjum hérna með tómt set, gerum union 4,3 og þá fer 4 undir þrýstin. 3,8, 3 fer undir 8. 6,5, 6 undir 5, 9,4. Hvað gerist nú? Fyrir 9 undir fjarkan heldur rótina í trénu sem fjarkin er í. 9 fyrir undir 8. 2 og 1. Getum við gett hérna find. Find af 8 gefur þér 8. Find af 9 gefur þér líka 8. Þess vegna eru þeir í sama trénu. 5,4, það kemur ekki. 5,0. Ok, 5 fer þá undir 0. 7,2. Aftur. 7 fer ekki undir tvistin, heldur undir rótina að trénu sem tvistur er í. 6,1. Þá viljum við láta þessa rót hérna fara undir þessa rót hér. Svona. Og lokum 7,3. Það er þá þetta hér sem fyrir undir rótina þessu tré hérna sem er 8. Þá er þetta endalega tréð. Þannig að þetta hérna er kóðinn, þetta er sami smiðurinn. Find-aðferðin er núna þessi, hún fylgir þessum foreldrabendum þar til hún komin í rótina. Og hún er komin í rótina þegar að gildið í hólfinu er sama á gildið, númerið á hólfinu. Og þá getur hún skilað því, þá er það númerið, þá er það rótin. Og þar með númerið á þessu mengi. Union-aðferðin, hún gengur bara út á, finnum fyrst rótan af öðru, rótan af hinu og látum síðan fyrri rótina benda á seinni rótina. Voilà. Ok. Og hvað getum við sagt skilvirknina á þessu? Er þetta betri aðferð heldur en hinn? Hver er tímaflækjan? Hvað tekur find til dæmis margar aðgerðir? Hvað segirðu? Hide resins, já. Gott svar. Við sjáum hér að ef við ætlum að gera find að 3, þá er þetta nokkuð ódýrt vegna þess að við förum bara hérna upp í 8 og finnum þá strax að 8 er þá svarið. Ef við hins vegar gerum find af 6, þá þarfum við að rekja okkur hérna, hérna, hér og hér alveg upp í rótina. Þannig að versta falli, þá kostnaði við eina find-aðgerð er rauninni dýptin á neðstu nóti í þessu tré. Þannig að
Þetta sem sagt dýpt 0, þetta að dýpt 1, dýpt 2, 3, 4. Og þá þetta tríað hæð 4. Það lengsta leið frá laufi að rót. En hvað getur hæðin á trénu verið mikil? Í besta falli hvað er mikil? Já, góð tilraun. Hvað besta falli? Hvað minnsta hæð á tré? 1, já. Já, reyndar, ef það allt bara bendur á sjálfan sig, þannig í upphafi, þá þetta raunin bara öll tré á hæðinu 0, já. Ok, en eftir n union aðgerði, hvað það besta tilfelli? Það besta til það hæðin að þegar þetta tengdir svona. Það ekki að vera tvíundatré, þetta má vera eins mörg börn sem verður vel. Það er besta tilfelli. Hvað er versta tilfelli? N af hverju? Akkurat, ef þetta bara bein lína. Það þetta dæmi sem þið sýna hér. Það þýðir það að í versta tilfelli verður kostnaður við þessa fændaðgerð línulegur. Union aðferðin ódýr nema hún þarf líka að gera fændaðgerð til að byrja með. Þannig að union aðgerðin líka krefst í svona n tímaflækju. Það verður n. Þetta á að vera quick find, quick union. Þannig að það virðist sem að, já, þetta nú staðan. Við erum ekkert betur staddur heldur en áður. Union jafn dýrt og find orðið dýrara. Þetta worst case, já. Munurinn þarna milli sá að quick find tók alltaf sama tíman. Við fórum alltaf í gegnum öll stökin. Hérna fer það eftir hvernig gögnin eru. Getur stundum verið gott, stundum verið slæmt. Kannski hefur við áhuga einhvers konar meðaltalsgreiningu. Hvað er meðaltími sem þetta getur tekið? Já. Af hverju getur hann búið til, af hverju myndar hann svona línu? Jú, manstu, getur einhver útskýrt það? Af hverju býr til línu hérna? Jú. Af hverju þessar 4 aðgerðir myndar svona tré sem í svona línu. Af hverju það? Akkurat. Röðin að þessum stikum og röðin að þessum aðgerðum þannig að það verður alltaf lengra tré sem fer undir þetta. Þannig að tréð lengist alltaf við hverja einasta aðgerð. Herðu, við tökum pásu, en eftir pásu ætlum við að spá aðeins í hvernig getum við gert þetta eitthvað skárra? Hvernig getum við bætt þessa aðferð?
Okay. All right. Spáum núna í hvernig við getum endurbætt þetta. Hvað var þetta vandamáli með Quick Union? Á hverju var það ekki nógu gott? Hver hausverkurinn? Fyrirgefðu? Kærlist. Já, það var of lágt. Lengdin getur orðið aðeins löng, já, akkurat. Af því að það er hæðin á trénu sem er áhyggjuefnið, sem gefur til kynna tímaflækjuna. Þannig ef við getum bætt það, tryggt að tréð verða aldrei mjög hátt, þá erum við góðum málum. Hvernig getum við gert það? Við getum náttúrulega gert það eins og Quick Find, þess að Quick Find heldur þess alltaf að lágmarkshæð. En það er ódýrt að vera svo æst, ef svo má segja. Heldur viljum við halda svona smá balans. Leggja eitthvað aðeins á okkur, en ekki neitt of mikið. Hugmynd. Já. Og hvort ættum við að velja? Minna tréð undir það stærra, já. Vandamáli hér var það að það var alltaf stærra tréð, lengra dýpra tréð sem fór undir þetta litla. Það er hausverkurinn. Það er allavega gálegra að láta minna fyrir undir stærra. Ef það er mikið minna, þá vex hæðin ekki að trénu. Það er hægt að gera þetta á mismunandi vegu, en einfaldast er einfaldlega, eins og þú nefnir, bara meta bara stærðina á trénu, stærðina í fjöldastaka, geyma það og láta alltaf minna tréð fara undir stærra tréð. Þannig að þetta er vandamál við Quick Union. Ef við notum þetta vægi, þá getum við tryggt að það sé þá alltaf minna tréð sem fer undir stærra. Og eins og segja, ef minna tréð er ábærandi minna, þá er allt í lagi vegna þó að það dýpki aðeins vegna þess að það hvort er ekki svo djúpt. Þannig að til þess þurfum við einfaldlega bara að geyma þessa stærð. Hérna er annað quiz, vil ég prófa ykkur? Ef við myndum nota þessa reglu, hvað var þá niðurstaðan? Hvaða staki fylkinu breytist ef við gerum union á 2,6 með þessari weighted reglu? Það leyfa hinum að svara líka. Þjónninn er opinn, viljið þið svara? Getum við þess að sýnt okkur hvernig skorinn er.
Það A og B sem A og D í harður samkeppni hérna. Það eins og D sé að skríða fram úr. Nei, það ekki skriða fram úr, það helst nokkuð jafnt. Ok, hvort gildið það sem breytist? Það rétt að það ekki, hvort af þessum hérna, það annarkvort rótin sem breytist, annarkvort 0 eða þessi hér, annarkvort fer þetta undir 8 og þá það þetta hér sem breytist, eða 8 fer undir 0, þá það 8 sem breytist. Svarið 8 færist undir. Og það að því að við erum að gera þetta samkvæmt vægi sem í fjöldastaka. Hérna 4 stök, í þessu tré hérna voru 6 stök. Okay. Við erum að telja fjöldastaka í trénu, já. Það hægt líka að halda utan hæðin á trénu og nota það sem mæleiningu. Það bara önnur leið til að gera það. Það eru fleira, þetta orðið dýpra fyrir vikið, það rétt, já. En athugaðu samt, sko, það spynnir hvaða áhrif það hefur á meðalkostnaðinn. Hérna erum við með mikið stökum sem lækka ekki neitt. Hérna erum við með, fástök sem verða dálítið dýrari, en kannski vantikostnaðurinn jafnvel betri. Og sko, útfærslulega sé að þá tímaflækjum svo sama, en þetta hefur náttúrulega, og ég held að í tilraunum þá skilir það mjög sambærilegum árangri. Já. Það þessi aðferð. Það þessi weighted með vægið sem stærðin. Ekki hæðin, nei. Hérna sýna dæmi hvernig þetta getur litið út ef maður gerir tilraun af handahófi. Það sem að þeir gera union af einhvern pörum að slembistökum og með quick union á þess að nota þetta vægi þá lítur þetta svona út. Það eru einhver lítil tré hérna, en eitt mjög stórt tré sem ekki bara stórt heldur líka það töluvert djúpt. Af því að megnið af stökunum ansi lágt hérna niðri. Sem þýðir að meðaldýftin á staki, eða lengdin, meðallengd frá nóði yfir í rót 5,11 hér. Meðan á sömu gögn, þar sem við nota þetta weighted quick union, þá fáum við líka eitt stórt tré, en það miklu flatara. Og meðaldýft það bara 1,5. Og þetta bara eitt dæmi, hérna ein tilraun með einhver svona stök. Þessi 88 union aðgerðir gerðar handahófi. Við myndi vilja rökstuða eitthvað aðeins víðtakar að þessi aðferð sé að skila góðum árangri. Það að gefa eitt dæmi ekki neitt mjög vísindalegt. Við getum gert tilraunir á eitthvað stórt safn, bæði breytt hérna fjölda staka og fjölda aðgerða og líka hvernig stökin eru valin, vísað í einhvers konar hagnýtingar þar sem að þú farið gögn af einhver ákveðnu formi, einhver raungögn. Eða við getum gert líka greiningu á pappír. Við getum reynt að meta þetta og leitt út jafnvel verstafallsgreiningu á skilvirknina. Varðandi útfærslu af þessu, þá þetta rauninni mjög einfalt, það þarf bara að hafa þetta auka fylki hérna, size, sem teljum fjölda staka, sem í
trénu sem eru með rótina I. Þannig upphaflega er hver hnúturinn sitt tré með stærðina 1 og svo sameina það, þá stakkar trén. Og síðan þurfum við bara að breyta þessari aðgerð hérna, þannig við þurfum að bera saman og þá uppfæra gildið á þessu size. Þannig að bætast í 2 aðgerðir við union aðgerðina. Find aðgerðin er óbreytt, þannig að lengdin á kóðanum er lítið meiri. Tímaflækjan líka það er engin breyting á tímaflækjunu fyrir find og fyrir union þá er það bara 2 aðgerðir í viðbót, þannig að það munur eiginlega engu. Þannig að það sem mesta spurningin er hvað bætir þetta mikið, þessa hæð inn á trénu eða meðalhæð á hnútum? Hvað haldið þið? Þetta ætti að verða betra, en hvað mikið betra? Segjum við séum með 1.000.000 nóður, verstafallið áður var 1.000.000. Hvað haldið að hæðin á trénu verði núna ef við notum weighted quick union? Haldið að sé 500.000, 100.000, 10.000, 1.000, 100? Hver býður betur? 1.000? Það vill þá til að hæðin verður log n. Log n er grunntaluna með grunntaluna 2. Það segir okkur það ef við erum með 1.000.000 stök, 10/7 stök, það eru það 2/30 stök, að þá erum við að framkvæma, þá er hæðin á trénu mestalagi 30. Þannig að 30 í staðinn fyrir 1.000.000 er bara nokkuð gott. Góður punktur. Það er ekki 30, það er bara 20, já. Það er það betra. Þessi penni er leiðilegur eitthvað. Þess að það er 20 í stað 1.000.000. Hvernig getum við rökstutt þetta? Málið er það að til þess að ef tréð fer að hækka, þá þarf það raun og vera þannig að bæði trén sem eru saminuð eru jafn stór. Þannig að annað er minna, virkilega minna, þá hækkar tréð ekki neitt. Sem segir okkur að í hvers skipti sem tréð hækkar, þá tvöfaldast stærðin. Þannig að fjöldin hnúta í trénu er allavega 2 í veldinu hæðin. Og ef við erum með tré af hæðinni 50, segjum við. Hvað er þá margar nóður í trénu? 2/50 veldi, já. Hvað er 2/50 veldi það bil mörg 0? Hérna er eitt trikk sem ég ætla að kenna ykkur sem við kannski sjáum aftur, sem er það að 10/3, það er jú 1,30.000. Það vill þá til að það er augljóslega það bil 1024. Plus mínus 2,5%. En 1024 er nákvæmlega hvað? Við tölvunarfræðingar, því að kunna þetta, 2/10. Það er það sem við köllum 1K. Penni er þetta eiginlega.
Kannast þið það? K. 1K að minni þýðir 1024 byte. Okay, það að því að það 2 í 10. Okay, hvað hjálpar þetta? Jú, það vegna þess að ef við höfum áhuga á hversu stórt 2 í, hvað sagði, 50. 2 í 50. Rauninni það sama og 2 í 10. Í veldinu 5. Þetta eina af þessum veldareglum sem það kannski rekist á. En 2 í 10. Sögðum við að væri 1024, þannig að það 10/3 í veldinu 5, sem samkvæmt veldareglun aftur þá 10 í 15. Og n 10 í 15, það þýðir, hvað þýðir það mikið? Nú fer eftir hvort hann telur eins og Evrópumæður eða Amerikani. Sem Evrópumenn þá myndum við telja það 1000, milljón, milljarður, billjón, billjarður, já. Þannig að þetta billjarður. Þetta 1000 billjónir. Það dálítið mikið. En allavega logurinn eitt af þessu sem við ætlum að reyna að hafa góð tilfinningu fyrir. Lykilatriði þetta, logurinn vex rosalega hægt. Þegar logurinn er komin upp í 50, þá n komið upp í svona óhemmi mikið. Þannig að logurinn verður alltaf frekar lítilstærð. Það alveg óhætt að gefa eins og lografaktor. Þannig að niðurstaðan þessi, með þessu weighted quick union, þá erum við búin að ná þessum find aðgerð niður í log n, og union krefst bara það sama á find aðgerð. Þannig að við erum búin að bæta quick union mikið og við erum búin að bæta líka quick find vegna þess að þá að það veri ódýrt upp að find að gera, þá var það ódýrt upp á union. Þannig að nú eru allar aðgerðir að taka bara logra og það mjög viðráðanlegt. Til að mynda, ef við reiknum út hvað kostar þetta fyrir dæmi sem voru hérna undan. Við ætlum að gera 10 aðgerðir á 10 og 9 stök, samtals 10 átjönda aðgerðir. Hver aðgerð kostar? Nei, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að gera 10 9 aðgerðir. Okay? Það sem n 10 9 og fjöldi aðgerða líka 10 9. Hver aðgerð kostar log n? Log af 10 9 er 30. Þannig að þá erum við með tímaflækinu þá 30 sinnum fjöldi aðgerða m, sem var 3 sinnum 10 10, sem ég fæ nú 30 sekundur, en ég veit ekki akkur að þeir fá 6 sekundur, en hvort sem 30 eða 6 skiptir ekki öllum máli, það allavega talið sekundur núna í staðinn fyrir 20 ára. Það aldrei góð endurbót. Þannig að þetta verður lykilatriði. En í öðru eitthvað sem maður ræður illa við, en eitthvað sem línulegt, næstuð línulegt til þess með svona log-faktor, það kallaði linear arithmetic, n log n, það vel viðráðanlegt. Og það dugur ekki bara að fá meira tölvuafl, þú verður að hafa allavega skikkanlega góða, þokkalega góð þrekkreit. Okay. That's the message. Það var eitt eftir, við ætlum sínum notkunardæmi um þetta. Það sé ykkur annan Norman brandara. Þetta vist svona dálítið tilbúin saga, nú samt góð. Þessi fulltrúar Norðurlandanna voru fengnir til þess að skrifa ritgerðir. Efnið átti að vera eitthvað áhugavert varðandi fílinn sem keppnina.
og þeir máttu velja hvað sem Þeir völdu náttúrulega það sem að skipti þá máli, sem lýsti vel svona, sem þeirra þjóð þótti vera áhugavert. Einhver sagði að þegar frakkarnir voru beðnir þetta, þá skrifaði svona bók ástir fílsins. Það ekki hluta þessum brandara. Daninn skrifaði bók hins vegar sem hét Elefanten på 100 måder, sem var, eins og get ekki ská, kokkabók, hvernig þú eldar fílinn og hefur það huggulegt. Svíinn skrifaði bók sem hét, eða grein sem hét Elefantens sociale problemer og var sem sagt félagsleg staða fílsins í nútíma heimi. En Norðmaðurinn sló í gegn, hann skrifaði ritgerð sem hét Norge og vi nordmenn. Þess að skrifaði það sem skipti máli sem var náttúrulega, hafði ekki með fílinn að gera það, bara heldur hvað það var að vera Norðmaður. All right. Union Find, hvað ættum við að vilja gera með þetta? Hérna sýna þeir lista yfir slatta af mismunandi fyrirbærum, mörgum áhugaverðum. Við komum sennilega til með að skoða þetta hérna seinna í námskeiðinu, en í dag ætlum við að skoða þetta hér, percolation. Hvernig þetta notað til þess að herma eðlisfræðileg kerfi. Percolation ákveðin tegund af tilraunum sem þið gera til þess að meta hvort að leiðni í kerfum. Percolation orð sem táknar á íslensku, við erum kallað á íslensku seytl eða hrip. Við kallum það percolation þegar þú hellir upp á kaffi á gamla móðin, sem með svona filterkaffi og vatni svona síast niður í gegnum kaffibönnunar. Og í svona físískum kerfum þá hafa verið áhuga á, ok, möguleiki fyrir vatnið eða straum eða hvað það að einhvern veginn ná hérna í gegn, niður, frá toppi niður í botn. Eða það eins og hér, þar sem að sama hvað reynir að byrja hérna á toppnum, þú situr alltaf fastur einhvers staðar, þú kemst ekki alla leiðina niður. Og þá hripar þetta kerfi ekki, meðan þetta hérna kerfi hripar. Þetta, eins og benda hérna á, þetta getur verið rafstraumur, meta hvort það sé tenging á milli tveggja nóða, hvort það sé flæði á einhvers konar vökva. Það getur verið ýmislegt annað sem sé að flæða þarna í gegn, flæði af fólki. Og það sem þeir hafa áhuga á að skoða ok, hvað þarf kerfið að vera opið, ef svo maður segja? Hvað þarf að vera gísið til þess að það hripi nú í gegn? Þá líta þeir svo á að þetta sé svona tölfræðilegt spurning, þar sem að við séum með svona möskva og hvert hólf í möskvanum sé annarkvort opið að lokað og það sé raunir valið af handahófi hvort það sé opið eða ekki. Það sé óskilt hvort það sé opið hér eða hvort það sé opið hérna. Og þeir kasta upp krónupenning og ef það kemur upp haus þá það framhliðin þá það opið og ef það kemur bakliðin þá það ekki opið. Svo breyta þeir athugaðu ok, ef það lítill möguleiki, þetta gildur P sem sagt hver líkindan á ákveðin hóla sé opin. Og ef svo líkind lítil, þá kerfið mjög líklegt til að hripa ekki. Ef eins og þetta gildir hátt, ef það mikið af opnum svæðum, þá það mjög líklegt til að hripa. Nú í miðjunni, þá það spurning. Þá getur það verið annarkvort eða stundum það hripi og stundum ekki. Og það sem þeir vilja gera að reyna að meta, ok, fyrir hversu gísið þarf svæðið að vera til þess að almennt tala hripi.
sem spurning þessi gildi þessum parametri P, hvar það sem það fer úr því að hripa ekki yfir það hripa. Og það þannig í svona kerfum, þá yfirleitt það sem kallast phase transition, sem man ekki íslenska nafnið á, sem það að það mjög örfínt bil, þess að það skipts úr því að það fer úr því að næstu engin kerfi hripi yfir en svo til öll kerfi hripi. Þannig að það mjög örfínt hérna. Það eftir því sem endurtekur til oftar og stakkar þennan stakkagildi n, þá verður alltaf nákvæmara og nákvæmara. Það sem áhuga að reyna að meta, hvar punkturinn þess að það skiptist þarna, flippar yfir. Og þeir gera þetta með því að gera svokallað Monte Carlo Hermun. Monte Carlo held ég nafnið að spilavítinu í Monaco. Það sem að fer fram svona spilavíti, það leikur í þeim eins konar tölfræði, hvort vinnur eða tapar. Margt tengt tölfræði eða líkindum, það hefur verið tengt einhvers konar við spilamennsku. En allavega svona herming gengur út á þetta að þú gerir tilraun, þú reynir að kasta tening fyrir alla reitina, fyrir að ákveða gilda P og síðan athugaðu, hripar þetta kerfi? Já eða nei. Þá ertu komið einn datapunkt, síðan endurtekur tilraun og endurtekur og gerir þetta nægilega oft til þess að fá nægilega gott mat á því, hvort það að virka fyrir þetta gilda P. Svo breytir þú gilduna P. Þannig að þú gera mikið af svona tilraunum, þannig að hver tilraun þarf að vera sæmilega skilvirk. Og þá þarf þetta geta að vita hvenær á að stoppa, hvernig það virka. Hvernig tengist þetta annars því sem við erum að tala við hérna undan? Já. Jú, þetta einhvern veginn svona. Það sem við má á að líta svo á að við séum hérna með þeir sem séu opnir og tengdir saman, þeir mynda svona mengi, ekki satt. Þú getur komist úr þessum punkti yfir í hvað annan punkt. Og þannig við erum að nota union find á þetta, en að við breytum tilrauninu þannig að í staðinn fyrir að við festum eitthvað ákveðið gilda P, þá erum við frekar metið við, hvað þarf ég að opna mörg hólfa handahófi þar til að kerfi hripar. Og út frá því get ég þá metið hvað gilda P var. Þannig að í þessu stöðu hérna þá erum við með hérna nokkur mengi sem eru tengd. Þetta þá eitt mengið sem samsvarar þessum hópi hér. Og við höfum áhuga á að athuga hvort það sé einhver nóða hérna úr efstu línunni sem tengist yfir nóði í neðstu línunni. Til að mynda, ef við myndum opna þessa nóði hérna, þá myndast leið úr toppinn niður í botn. Til þess að gera þetta skilvirkara, til að geta tékkað á þessu, þá best að líta svo á, við séum hérna með svona sýndarhnút sem tengist rauninni í alla þessa reiti í efstu línunni og samanskapi sýndarhnút hérna niður sem tengist í alla línuna í botninum og við máum á hvort að þessi tveir sýndarhnútar séu tengdir, á hvaða punkti verða þær tengdir. Og síðan höldum áfram að opna reiti og þar til að punkturinn orðin tengdir. Það að opna reiti hefur áhrif eins og hérna. Hvað gerist ef við opnum þennan reit hér?
Akkurat. Þessi tengist þá yfir í alla þá opnureiti sem tengjast honum. Þannig að mynda þessa tengingu hér. Og svona höldum við áfram, veljum einhvern punkt af handahofi, opnum hann og höldum áfram þar til að við erum komin út að þar til að gervihripar. Og þá erum komið eitthvað mat á okkur hversu gísi þarf kerfið að vera til þessa hripi. Og það sem þau hafa reiknað út að fundið mjög nákvæmt gildi 0,592746 þessi meðal gísleiki. En það reiknað einfaldlega með svona hermunum. Og til þessum að gera þessar hermannir mjög skilvirkan hátt. Þannig að það skiptir máli að geta svarað þessum spurningum. Hvenær ég búinn? Jú, með því að nota union find, þá get ég svarað því á logarithmskum tíma. Þannig að þetta rauninni samantæktin á þessu. Við erum hérna tókum þetta sem dæmi, hvernig ætlum að fást við þessi viðfangsefni, hvernig ætlum að glíma við þau, hvernig berum okkur að því. Við þurfum alltaf að byrja á því að módelera viðfangsefnið sem eitthvað formlegt og síðan finna reikni til að leysa það. Þurfum að finna einhverja leið til að meta skilvirknina og halda áfram að ítra þar til við komum með nægilega góða aðferð. Í næsta tíma þá skoðum við betur hvernig við förum að því að meta svona skilvirkni. Við getum gert það annars vegar með því að gera mælingar, bara keyrt forritið, tekið tíman á því, eða við getum gert það svona á pappír. Og þá hugsanlega með einhvers svona starffræði þurft að meta verstafalls eða meðalfalls tímaflækki á því að nota þessa aðferð. Í lokin, að því við höfum smá tíma, þá hérna svona örstuttar spurningar á þessu sokratíf sem ég ætla að starta núna, sem til þess að spyrja hvernig þetta hefur nú verið fyrir okkur. Hvernig sem sagt námskeiðið og þessi fyrirlestur. Þannig að ef þið getið skráð ykkur þannig inn og svarað þessum 2-3 spurningum sem eru þar, þá verður það hjálplegt að heyra frá okkur runni, að því maður heyrir alltaf bara frá einhverjum örfáum í hverjum fyrirlestri, hvernig staðan er. Það var gott fyrir mig að átta mig á hvernig þetta að virka fyrir ykkur. Annars sjáumst við á föstudaginn.